Herðu, þá ætlum við að kíkja hérna á annað stór skemmtilegt processing verkefni og enn og aftur hafið ekki á okkur þótt þið skiljið ekki allan kóðan, það er ekkert 100 hættunni og þetta skiljunlegt en sem sagt það sem við erum að segja hérna og ætlum að byrja við hérna í dag eru vigrar og vigrar kallast p-vektor og eina sem við erum að segja í þessi fyrstu línu er að vaff, u, s og r er allt vigrar. Ok, það er einn sem þessi lína segir. Í þessari hérna eru bara að segja að stærðin á skjánum á að vera svona, svartur bakgrunnur og eitthvað fleira. Hérna eru við með eitthvað sem teiknir hnýtakerfið. Við erum með hnýtakerfi. Hérna eru við að teikna vigur og hérna eru við að búa til vigur og hérna inn í þessu hérna eru þið að fara að vinna. Þannig að við erum að fara að búa til nýja vigra og teikna þá. Og sjá hérna er stendur mikilvægt. Þið verða að láta vigrina heita vaff, u, r og s, annars fáið error. Og hérna eru tvær línur. Þannig að hérna eru með eitthvað vaff sem er vigur. Og við skrifum hérna þetta new p-vektor. Við erum ekki að spá í því. En þessar tölur hins vegar hérna inn í þessum sviga er aðalatriðið. Þetta þýðir það að við erum að fara 100 til hægri, 100 til hliðar og 300 upp. Þannig að það er þessi vigur vaff, við erum búin að búa hann til hérna og þessi hérna línu eru að segja teiknaðu vigurinn. Þá skrifum við teikna vigur og passa ykkur það er stórt vaff hérna, teikna vigur og inn í hérna sviga kemur sér satt nafnið á vigurinn sem við viljum teikna. Og ef maður fer hérna yfir play að þá sjáum við að hérna er að fara 100 til hliðar og 300 upp. Hver svona kassi er 50 á breidd og hæð. Ok. Nú verkefni ykkar sem eru nú innu þetta er processing verkefni 2 og það stendur hérna strax efst ef þið lendi í vandræðum með leysistæmi þá skulle líta á dæmi 3F5 og 3F6 í lótu 3. Þannig að ef þið standuð að gati og veit ekki hvernig að leysta þá farið í vinnubókin ykkar, kíkja á þessu dæmi og rifja upp hvernig þið gerðu þetta. En hérna eru við sér satt að teikna, þetta eru 5 dæmi og fyrstu 4 eru bara að teikna vigra. Dæmi 5 segir bara að taktu screenshot af skjánum með öllu vigrunum og skilaðu innu. Nú dæmi 1 er teiknaði vigur með hnitið 170. En þá fyrir við bara hérna í þessa línu, hérna er vigurinn vaff og hann á að fara 100 til hliðar og 70 upp. Og ef ég íti hérna play þá er ég komið með þannig vigur. Ok. Dæmi 2 þá stendur teiknaði vigur sem er með stefnuhorni 0 gráður og hefur lengdina 200. Þannig sem ég geri þá fer ég hérna næstu línu og ég segi bara u, ég ætla að láta næsta vigur heita u. Þið þurfi ekki að hafa bil hérna, þið megi gera þetta svona en mér finnst bara þægilega að hafa bil hérna milli til þess að lesta. Og passi hvernig eru notum stóra stafi og litla stafi. Það skiptir öllu máli. Þannig að hérna kemur næstu vektor og ég ætla að gera ykkur bulltölur. Þetta er ekki rétta tölur. Þið þurfa að finna það út. Í lok línuna kemur alltaf þessi semikoma. Þannig að hérna er ég búin að búa til vigur u. Ég er að segja hann sé 300 á hlið og 200 upp. Sem er ekki rétt í þessu tilfelli. Bara sýna ykkur hvernig ég gerir þetta. Síðan skrifa ég teikna vigur, stórt T í teikna og stórt vaff og opna svið og ég segi u hérna að því ég ætla að teikna vigur u og þegar ég íta hérna play að þá kemur hann, já það er eins og nokkurn veginn ofan ykkur öðrum en allt er læg með það og já, síðan haldið þetta ára áfram næst kemur bara vigur S það er það new p-vektor og þá komum við með hnitin á þeim og svona aftur bara að teikna vigur S endur taki bara leikinn hann ætti að vera hérna þá fyrsti vigurinn og sen kemur vigur þá nummer 2 og sen 3 og 4 íta og play og þá fáið þið upp ætti að fá teikningu af þessum 4 vigurum taka screenshot af því og skila inn á innu. Þið fáið að sjálfsög hennar kóða gefinn, hann verður í verkefnilýsingunni fyrir verkefnið, þið bara kópir hann inn í processing og
vinnið áfram með hann.